Þakka þér fyrir. Aðeins varandi það að við erum ekki með fjölmiðlafulltrúa á staðnum og hún nefnir þessi fámennt en góðmennt. Það eru nú flesti miðlar hérna með okkur. Tímasetningin á fundinum, það er svona frekar snemma með við það sem er vanalega hjá okkur og ástæðan er einföld að A-landslið karla er að fara að spila 2 mikilvæga leiki núna við Finna og Úkraínu og við vildum ekki fara ofan í þá leiki með þennan fund og samanskapi þegar Úkraínu leiknum lýkur hérna 5. september þá hefði ég tækifæri til að tilkynna hópinn 7. og það er of seint fyrir mig. Þannig að þrátt fyrir að Heimir tilkynna alltaf hópinn bara korter fyrir mætingu sko, þá vil ég gera það aðeins fyrr. En þetta er svona full snemmt, en þá vitið ástæðuna fyrir því og Óskar er með kallaliðin út í Finnlandi núna. En Klara gerir þetta með glæsibrag. Dagskráin á fundunum, við ætlum aðeins nokkur orðum með, fara yfir það, loka því. Svo fara yfir næsta verkefni, undankeppnin okkar fyrir heimsmeistaramóti og svo tilkynna þennan hóp og fara aðeins yfir hann og svo spjöllum við eitthvað saman, bæði hérna sem hópur og svo einn og einn í lokin. Ef við byrjum á mótinu EM í Hollandi í heild sinni, þá náttúrulega erum við búin að gera upp þetta mót og skoða það frá öllum köntum. Það er engin vafi á því að var að ræða frábært mót, virkilega vel að öllu staði hjá mótshöldurum og skemmtilegt mót. Gæðin, eins og við sáum öll, eru búin að aukast til muna og við sáum fullt af frábærum leikjum, stórkostlegum einstaklingum og mikla skemmtun, betra sjónvarp en áður, sem er gott. Og leikurinn er á alltaf að þróast. Að okkur þá var margt jákvætt í mótinu. Undir lokin þá var auðvelt að einbeita sér að því neikvæða og skiljanlega, en þegar maður horfir heildstætt á mótið þá er margt jákvætt til að taka út úr mótinu og vinna með. En það er einnig margt neikvætt sem maður þarf að skoða á gagnrýna máta og það sem skiptir kannski mestu máli er að við verðum að læra. Og við verðum að læra hratt og vinna vel með það sem við fáum út úr þessari rýnisvinnu okkar. Það sem að kemur út úr þessu móti er að öll met voru slegin inn í mótinu, sem er náttúrulega frábært og það er þessi þróun sem búið að tala um að knattspyrna kvenna sé svo íþrótt sem er í hvað hraðasta vexti í Evrópu og jafnvel í heiminum og öll metslegin varandi sjónvarpsáhorf knattspyrnu kvenna, bæði á alþjóðlegum vettvangi og hér heima og þar náttúrulega fær RÚV mikið hrós fyrir gríðarlega faglega og flotta umfjöllun mótið og eiga sjálfsög allt hrós skilið fyrir það og mjög gott og gaman að sjá þær tölur sem að koma út úr mótinu. Við fengum óvænt úrslit sem er eitthvað sem að gerir mótin skemmtilegri. Það hefur ekki verið mikið það á EM eða í knattspyrnu kvenna yfir höfuð að óvænt úrslit hafa litið dagsins ljós, en við sáum töluvert að þeim og það ber kannski helst að nefna þegar Danir sló út Þýskaland sem var óvænt en sanngjarn og góður sigur hjá þeim. Við erum með lið eins og Austurríki, Belgíu, Skotar vinna, Spán og fleiri þjóðir sem bara gera mjög gott mót, þannig að skemmtilegt í alla staði. Það sem við sjáum, ekki bara við, heldur líka tækniteymi UEFA varðandi mótið er að hraði og kraftur er áberandi meiri í knattspyrnu kvenna núna heldur en áður og það sem þeir tóku til í sínu, eins og við köllum það technical report, er að návíi eru búin að aukast töluvert og ákefð í návíum sömuleiðis. Það sem er kannski það sem að selur ekki minna og er betra fyrir leikin er að tæknileg færni er búin að aukast til muna. Það eru fleiri tæknilega sterkir leikmenn
í fleiri liðum og þar leiðandi jafnara mót og meiri breidd. Og svo það sem skiptir náttúrulega öllu máli umgjörð hefur tekið gríðarlegum framförum. Þá ég ekki að tala okkar umgjörð heldur umgjörð mótsins og eins og þið sem voru þarna úti og kollegar ykkar fundu þá þetta búið að stökkbreytast. Sem að vonandi heldur svo áfram bæði hjá UEFA og hjá FIFA. Okkur, svo lokum þessi 2 fyrstu leikir í mótinu voru góðir leikir, ekki fullkomnir en góðir og fyrsti leikurinn og annar leikurinn tapast með minnsta mun á smáatriðum eins og við vissum fyrir mótið. Ég held ég hafi verið búinn að segja það við liðið í 18 mánuði að leikirnir myndu vinnast með 1 marki og þeir áttu að sjálfsögðu að detta með okkur en gerðu það ekki og það okkar eigin frammistaða auðvitað sem að kostar það en frammistaðan hins vegar á móti Sviss og Frökkum voru fínar frammistöður, góð frammistaða sér í lagi á móti Frökkum en við töpum fyrir betri andstæðingum. Burtséð frá öllu sem við getum tínt til þá voru þær einfaldlega betri en við og við náðum ekki að láta heppnina og litlu atriðin telja með okkur. Við höfum aldrei verið eins nálægt Sviss, við höfum spilað marga leiki við þær síðustu 4 ár og við höfum ekki átt séns í þær. En þetta var leikur þar sem við spiluðum betur, leikurinn var skrítinn en samt sem áður við höfum aldrei fengið að fá færi á okkur, aldrei skapa okkur eins margar hættur og í þeim leik, þannig að það var jákvætt. Það sem kannski það sem stendur upp úr í þessu móti umfjöllunin frá fjölmiðlum, athyglin og áhuginn og það sterku fyrirmyndir sem að þið hafið skapað með okkur. Ekki bara fyrir knattspyrnukonur heldur fyrir knattspyrnuhreyfinguna og jafnvel allar stúlkur í íþróttum á landinu og það var virkilega flott að sjá. Því ber að fagna að öll okkar umgjörð og fagmennska í fremsta flokki og við stöndum alveg jafnfætis stærstu knattspyrnusamböndum í Evrópu hvað varðar þetta og það mjög mikilvægt. Helsta neikvæða slæm frammistaða í lokaleiknum. Það ekki hægt að skafa af því, svo frammistaða var mjög döpur og við vorum andlega bara búin á því. Liðið höndlaði ekki mótlætið og það að lendi í þessum áföllum sem við köllum, að tapa þessu leikjum þó það hafi verið með minnsta mun og við mættum góðu liði með blóð á tönnunum sem að refsaði harkalega og það sýnir bara það á þessu leveli þá getur ekki mætt og ætla að vorkenna sjálfu þér og það bara gengur ekki upp. Tæknileg færni eins og ég talaði áðan, þróun leiksins hefur verið jákvæð og góð en við erum aðeins eftir og við þurfum að efla tæknilega færni ekki bara í efstu þrepunum heldur alveg niður og það vinna sem við erum að vinna hér innanbúðar og munum koma með aðildarfélögunum núna á haustmánuðum. Til þess að við getum verið á topp 20 í Evrópu eða í heiminum þá þurfum við að gera betur þarna. Það augljóst mál. Og svo var þetta líkamlegt atgervi. Við erum í fínu formi. Það þarf að fylgja með allur pakkin og við erum aðeins að elta í krafti og við erum að elta í þessu svokallaða kraftþoli sem sást best kannski á því að við réðum ekki nægilega vel við að halda ákefð eins og við vorum með í fyrsta leik, við sáum strax mun í öðrum leik og svo var blaðran sprungin í þriðja leik. Og það þáttur sem að þarf að vinna í kraftur og kraftþol. Það var stikla á stóru en ég varð að fara aðeins yfir þetta mót. Það sem skiptir mestu máli að koma fram að þakka fyrir stuðninginn í síðasta sinn því að stuðningurinn var frábær. Minningarnar sem sköpuðust fyrir okkar leikmenn og okkar þjóð voru góðar. Stemningi og góð, fólki naut þess að vera með liðinu og við nutu þess að hafa fólki með okkur í þessari vegferð.
fjölmiðlar, fyrirtækin í landinu, stuðningsaðilar knattspyrnusambandsins eiga allt hrós skilið og ég þakka kærlega fyrir samvinnuna og allt sem að þið hafi gert fyrir fótboltann í landinu. Þið eiga allt hrós skilið fyrir það. Þá þessu lokið á sig. Já. Og þú ætlar að fá að nýtt upphaf. Já, nýtt upphaf. Ég ætla aðeins að fá að segja ykkur þá frá næsta verkefni, þessu EM-verkefni þá lokið, svona formlega hérna frá þessu borði, þó svo því ljúki náttúrulega ekki hérna innan hús. Málþing, fyrirlestrar á bikarúrslitaráðstefnu og fundaröld hérna innan hús, halda áfram þeirri vinnu, þess að við ætlum að læra af því sem að gott var gert og má gera betur. HM í Frakklandi 2019 í júnímánuði. Fyrsta skipti sem að Frakkar halda mótið og í þriðja skipti sem að lokakeppnin er haldin í Evrópu. Okkar mótherjar í þessari riðlakeppni eru Þjóðverjar, Færeyingar, Slóveníu og Tékkland. Þýskaland, kannski þekkjum við best, eru í öðru sæti núna á heimslista. Hin liðin eru fyrir neðan okkur en í rauninni er bilið á milli 10, 20 eða 20 og 30 fyrir sífellt minkandi og við mætum Færeyingum hérna núna í september. Slóveníu þekkjum við ágætlega úr síðustu lokakeppni en Tékkland er lið sem að við höfum ekki spilað á móti, heldur ekki Færeyjar og hérna það lið sem að Tékkar eru í 37. sæti og Færeyingar eru í 70. sæti á heimslista. Þannig að bilið fer sífellt minkandi. Leikjaplani hjá okkur er svona cirka bát þetta að við spilum núna við Færeyjar heima í september, Þýskaland og Tékkland út í október, til dæmis stutt á milli þeirra leikja. Síðan árið 2018 þá spilum við Slóveníu og Færeyjar í apríl, Slóveníu heima í júní og Þýskaland og Tékkland síðan heima í september 2018. Frá Evrópu fara sem sagt 8 lið í lokakeppnina, 9 lið þá með gestgjöfunum og til þess að komast inn á þetta mót þá fara sigurvegararnir úr riðlunum 7 beint inn en síðan þá 4 árangur bestu liðana í 4 bestu liðin í öðru sæti, þau fara þá í umspil og Þjóðverjarnir eru augljóslega þeir sem að koma til með að leiða kapphlaupið að komast í fyrsta sæti. Þannig að við munum gera allt þess að veita þeim keppni og ætlum okkur sem sagt að komast í þetta umspil og vera eitt af þessum 4 liðum sem að förum þangað. Til þess að komast í það þá þurfum við að klára okkar verkefni. Öll smáatriði þurfa að vera á hreinu, við þurfum að klára alla leiki. Við þurfum að skora mörk, við þurfum að halda okkar marki hreinu og svo framvegis. Telja öll stig gegn andstæðingum í þessari púlju bestu 4 liðin í öðru sæti eða 0 stig á móti næsta? Er það ekki bara svipað í? Nei, sama síðast. Næsta sæti tilur ekki. Já. En það er náttúrulega ekki vita fyrirfram hvaða lið það verður. Nei. Og svona, með fullri virðingu fyrir öllum liðurum í þessu riðli þá eru það svona Tékkar sem koma til með að veita okkur hörðustu keppnina þetta annað sæti í riðlinum. En eins og áður sagði þá munum við gera allt til þess að veita Þjóðverjunum keppni, mögulega rífa þeim stig eitthvað staðar ef við getum. En Tékkar eru á mikill uppleið, til að mynda eru 2 lið frá Tékklandi í úrslitum, 32 úrslitum Champions League núna, Slavia Prag og Sparta Prag. Nokkri leikmenn eru að spila í þýsku Bundeslíkunni, meðal annars í Bayern München. Þannig að þetta er hörkulið sem við erum að fara að mæta sem og hinlið. Eins og ég segi, við þurfum bara að tryggja það að við náum einu af þessu 4 sætum og öll smáatriði telja, hvert mark og hver leikur. Fyrsti mótherinn í þessari keppni er sem sagt lið Færeyja og eins og áður sagði þá eru þeir í 70. sæti á heimslista N. Búa við góða umgjörð af hálfu síns sérsambands heima í Færeyjum, eru til að mynda með þjálfari í fullu starfi, technical director sem að mætir í öll verkefni með þeim og svo framvegis, þannig að góð umgjörð, gott staff
og það er verið að gera vel við þá leikmenn þar. Okkar lið kemur saman 12. september, við spilum á Laugardalsvelli, mánudaginn 18. sept og ræða fyrsta mótsleikin í sögu þjóðana. Það er eins og kemur hér fram á eftir, það er spilað 2 æfingarleiki en það er fyrir næstum 30 árum. Mikil eftirvænting hjá færeyska liðuna mæta okkur. Flesti leikmanna færeyska liðsins spila í Færeyjum, fyrir utan 3 leikmenn sem að spila erlendis, 2 í Danmörku og 1 á Spáni. Eins og Klara sagði, þá kláraði Færeyjar sína forkeppni til þess að komast í riðlakeppnina. Unnu sinn riðil og nokkuð samfærandi, unnu allir sína leiki og eru þar með komin í fyrsta skipti í riðlakeppni. Færeyingar hafa klárað svona sína síðustu leiki og ber það bara vottum á hvaða leið þeir eru að klára þessa leiki og komin það sem þeir eru. Við spilum síðast við Færeyinga hérna, eins og ég segi, fyrir einhverjum 30 árum en það voru nú einhverjir æfingarleikir, þannig að þeir telja nú kannski ekki mikið í þessu. Held að það sé nú ekkert meira sem mér langar til að segja ykkur, þannig ég ætla bara að leyfa Freysa að halda fram. Hún er bara í handboltanum. Hún hætti fótboltanum og fór í handbolti og nú er hún bara að vinna í bankanum, Færeyja bank. Síðastir ég vissi. Það er hópurinn sem við veljum fyrir þennan staka leik, fyrsta leik í undankeppni HM. Við vorum með 23 leikmenn á EM og við fækkum í hópnum. Förum í sama fyrirkomulag og var í undankeppni EM með 20 leikmenn í verkefni, hvort sem að sé doppelheader eða stakuleikur. Samanskapi þá fækkum við aftur í starfsliðinu og förum bara í þetta grunnstaff sem við höfum verið með og back to basics, eins og ykkur segja. Þeir sem fara út úr hópnum frá því á EM eru Málfríður Erna, Arna Sif, Sonny Lára og Harpa Þorsteinsdóttir. Hér er hópurinn, það er 1 nýliði, 4 leikmenn sem fór út, 1 nýliði og það er Anna Rakel Pétursdóttir frá Þór Káa, vinstri bakvörður. Það er gott að sjá að það sé að koma upp örfættur leikmaður sem hefur hæfileika til að ná langt. Hún er efnileg, hún er búin að standa sig gríðarlega vel með Þór Káa en einnig er hún búin að standa sig vel með undir 19 ára landsliðinu og yngri landsliðsþjálfararnir okkar ber henni söguna vel, eru mjög ánægðir með hana innanvallar sem utan og það sem ég hef séð frá henni í Pepsi-deildinni hefur verið gott. Það kannski ber helst að nefna hæfileikar hennar til þess að gefa fyrirgjafir eru á hæsta klassa og ég hef ekki séð eins hæfileikaríkan leikmann í þessum þætti fótboltans að gefa fyrir síðan sá Hallbjörg Gísladóttir kom upp fyrir nokkrum árum. Þannig að það er mjög jákvætt og við lokum til að fá hana inn í þennan hóp. Annars ætla ég nú ekki að vera að þylja upp alla leikmenn. Í fyrsta sinn í langa tíma erum við einungis með 2 markverði í hópnum og það helgast af því að ég vildi hafa fleiri útileikmenn. Við erum að spila heimaleik, stakanleik, ef eitthvað kemur upp og fyrir Söndru eða Guðbjörgu þá er auðvelt að kalla inn markmann. Þannig að ég ætla að segja þessu lokið því það við fengið eigið að vera búin að fá hópinn og ef ekki þá rættum við því bara hérna eftir fundin og við skulum bara bjóða upp á fyrst spurningar ef við viljum spjalla eitthvað hérna og svo tökum við bara einn og einn. Við erum farið yfir þessa 4 leikmenn sem að þetta út. Málfríður Erna, Arna Sif. Já, af hverju? Það er fyrsta lagi vildi ég fækka miðvörum í hópnum og fá öðruvísi balans í hópinn. Eins og ég segi, ég vildi taka út markmann til að hafa fleiri útileikmenn og svo fer Harpa Þorsteinsdóttir út úr hópnum þar sem hún er ekki búin að spila upp á síðkastið með sínu félagsliði og við viljum að hún nái smá takti með félagsliðinu sínu núna, fái sjálfstraust og komist í gang aftur. Hún er, eins og við vitum öll, á aðeins öðru sér stað
ekkert aðeins, hún eru töluvert öðru sér stað heldur en flestir aðri leikmenn sem hafa verið í kringu landsliði með stóra fjölskyldu. Þetta mikið púsluspil og ég vil að hún einbeiti sér að Stjörnunni í septembermánuði og svo tökum við stöðuna á henni aftur fyrir verkefnið í Þýskalandi og Tékklandi. Ég veit að það er það sem þú gæst skil og getur eitthvað hægt eftir fyrstu þrjálfleik í undankeppni. Ertu að fara að klára undankeppni eða bara það ég að hætta eftir jókunum? Gummi spurði mig að því hvort það var eitthvað breytt hjá mér, hvað myndi gerast núna haustmánuðum. Og ég er ekki að fara að hætta með landsliði. Það er alveg klárt. Það sem ég á þessum tímapunkti og er enn vildi koma frá mér er að það sé mikilvægt að allir sé að fara í sömu átt. Og það er alveg sama í hvaða starfi maður er ef það er ekki einhugur hvert sé verið að fara og hvernig sé unnið. Það vill enginn vinna í þannig umhverfi. Þannig að ég þurfti að fá svör frá sjálfum mér, mínu starfsteymi, mínu samstarfsfólki á knattspyrnusambandinu og leikmönnum, hvort allir séu einhuga það að fara í sömu átt, gera betur, innan vallar sem utan. Það er mikilvægt að svo sé og ég finn ekki neitt annað á þessum tímapunkti en að allir séu að fara í sömu átt. Og þar að leiðandi lítur ekki út fyrir neitt annað en að ég klári þessu undankeppni með íslenska landsliðinu. Hvað er samningur langur? Hann er bara rúllandi eins og ég vil hafa hann held ég. Nei, hann er út undankeppni HM. Og við erum ákvæði í þeim samningi ef við komum liðinu heimsmeistaramóti að ég klári það. Þannig að seinasti leikurinn er í lok september 2018. Svo sjáum við til hvað gerist. Þú segir að líti út fyrir það, ertu eitthvað kallar til dæmis bóðið til þess að leikum Líti út fyrir að allir sé að fyrir sömu átt er ég að minna og þegar það segir líti út fyrir það þá er ég búinn að ræða við starfsfólkið mitt og það eru allir að fara í sömu átt þar. Samstarfsfólk mitt á knattspyrnusambandinu er að fara í sömu átt en svo ég eftir að hitta leikmennina. Ég eftir að sjá þær stígin á völlin og ég ætlast til þess að ég finni það í verki að við séum að halda áfram að bæta okkur og finni það hungur sem þarf til þess að bæta okkar leik. Og ég hef að sjálfsögðu talað við marga leikmenn eftir Evrópumótið og ég finn mikinn kraft frá þeim og það bendir ekki til neins annars heldur en að fólk ætlist til þess að sjálfu sér að það bæti sinn leik og hugsi stórt. Þú vil greina að þjálfa félagslið samhliða því að vera landsliðsþjálfari. Er ákvæði samningu við KSÍ sem náttúrulega varst með Leikni fyrst þegar varst með kvennalandslið? Það var gaman maður. Það var ekki sérstaklega gaman fyrir konuna mínu samt en það er ekki í spilunum að ég þjálfi félagslið á sama tíma og ég þjálfi landslið á þessu tímapunkti. Það er ekki sem bannar þeirra í samningum ef að spennandi tilboð kemur sem það var erfitt að hafa? Nei, það er ekki sem bannar það en það er samt í höndum framkvæmdastjóra að taka það ákvörðun og framkvæmdastjóra og formaður hafa loka ákvörðun í því. Ef ég myndi vilja það er ekki nóg. Þau geta alltaf sett mér stólinn fyrir dyrnar með þá nálgun. Þannig að þau stjórna mig bara eins og strengjabrúður sko. Heldur að verði, ég meina þú talar þú viljið sjá leikmenn fara í sömu átt, en við sáum hvað gerist bara núna síðasta karlalandsliðið þegar að leikmenn voru svona pínu sungaðir eftir stórmótið. Heldur að verði eitthvað svipað um þeimnum, heldur að við þurfum að gæta þess að leikmenn séu á tánum og allir séu á góðum stað með liðinu? Já, ég trúi engu öðru en að leikmenn séu hungraðir í að fara í bláu treyjuna aftur og spila góðan leik. Ég allavega get ekki beðið eftir að fá liðið í hendurnar aftur og ég finn ekki neitt annað frá leikmönnum mínum heldur en að það hungur sé til staðar. En það er alveg rétt sem þú segir, Eiríkur, að þetta var mjög stutt hlé sem þar fengu eftir
Evrópumótið og fram að fyrsta leik í Pepsi-deild og svo Skandinavíu, svo Þýskaland aðeins seinna. En ég trú ekki öðru en að leikmenn séu tilbúinir í slaginn þegar að koma, en eðlilega kannski svona ég meira áhugjur af október, þegar við komin inn í október, Pepsi-deildinu lýkur í lok september, það eru 20 dagar þangað til við spilum við Þýskaland og það verður púsluspil og þar þarf að sýna mikinn karakter, aga og vilja að vera tilbúin í þann slag. Undankeppni hafa með auðvitað veður bara mjög erfið fyrir Ísland, sérstaklega líka bara þegar færri sæti í boði fyrir Evrópu inn á mótið. Teljið þið þjálfararteymið meiri möguleika núna en áður að minnstakosti komast í umspil, eða er það bara svipað í þessum tveimur undankeppnum? Þetta er bara svipað held ég. Ég er samt þannig núna að ef við komumst í þetta umspil sem við ætlum okkur, þetta er bara 4 sæti af 7 sem gefa umspilið, en það er samt algjörlega í okkar höndum að ná því og ef við náum því fram þá finnst okkur við vera tilbúin í að takast á við þetta umspil sem að já, líklega svipaði mótherjar og það verður bara jafnir leikir sem að við verðum vel undirbúin þá á þeim tímabúti til að takast á við og við þurfum að undirbúa okkur í þá átt að vera að fara í þetta umspil í það minnsta og þá getur allt gerst. Þetta er náttúrulega samt 2 doppelheadarar sko til að komast, þetta er bara 1 sæti þannig að þetta er erfið leið en það er allt mögulegt í þessu og ef maður leggur nógu mikla vinna á sig, undirbýr sig vel og er tilbúin að bæta sinn leik þá getum við náð þessu markmiði en þetta er grýtleið eins og þú segir að komast á HM. Það var engin happadráttur að fá Þýskaland inn í riðilinn en ég meina það var við því búist að fá 1 gríðarlega sterkt lið og það var Þýskaland og við tökumst bara á það. Þýskaland hafi ekki varið þennan Evróputitil í 100. sinn, heldur bara að tapa stærlega með móti. Er það eitthvað betra að verða fyrir ykkur? Það er svona tvíþætt. Í fyrsta lagi náttúrulega sýnir það að það er möguleiki og Danir eru þrátt fyrir frábært Evrópumót og ég ber mikla virðingu fyrir danska liðinu og því sem það hefur gert, þá er það ekki langt frá okkur í styrkleika. Þær hafa kannski framöður okkur eða hafa 2 heimsklassa leikmenn fram á við sem að geta búið til mikið og litlu en það er unnu þarna góðan sigur á Þjóðverjunum og við getum að sjálfsögðu strítt þeim en skulum vera með það alveg á hreinu að þær eru þær sem að eiga að vinna þennan riðil og hafa alltaf unnið sína undankeppni með nánast bara hreinu lagi sko, fullu húsi stiga og skora flest mörk. Það verður ærið verkefni en við munum gera allt til þess að allavega láta það svitna þess. Andrés Friðriks er komin til Marseille. Var Marseille hérna í innbóksunni þínu eftir EM í Hollandi? Marseille, sko bara svo byrjum á því með Fanndísi, hún er ekki búin að skrifa undir við Marseille. Það voru kannski aðeins og fljótir á sér, vinur mínir í Breiðablik. Hún er það núna og ég talaði við hana senast í morgun og átti þar, hún var að klára æfingu með þeim og eins og hún saði í einhverju viðtölum, hún átti eftir að skoða aðstæður en hún er með tilboð á borðinu frá þeim og fleiri liðum. Þannig að hún mun gera þau fyrir sig í kvöld, hvort hún skrifi undir þennan samninga ekki. En það er ljóst að hún mun fara frá Breiðablik í þessum glugga, sem er ennþá opinn erlendis. Þannig að, já, Marseille hefur sýnt mörgum leikmönnum frá Íslandi áhuga. En ég veit ekki hversu langt það hefur farið því að þau lið sem að töluðu við mig eftir Evrópumóti voru einungis að falast eftir upplýsingum einstaka leikmenn. Og því að það verður bara að segjast að svona eins og ég fæði sletta þetta scouting network í kvennaknattspyrnunni er ekki komið á þann stall sem það ætti að vera komið á þessari öld, það sem er mjög auðvelt að afla sér upplýsinga. Ef við berum þetta saman með karlaboltan þá er kvennaknattspyrnan á steinöld varðandi þetta scouting system. Þannig að þessi þjálfara sem ég þekki leituðu til mín eftir upplýsingum og Marseille var eitt af þeim liðum. Sem fyrir að það sé ykkur
á leiðinni eitthvað annað. Stærri lið, Já, ég vona það. Það eru nokkri leikmenn sem ég veit að það er áhugi á, en það er ómögulegt fyrir mig að segja hvað þær munu gera og hvernig þeirra mál munu þróast. En við erum öll sammála það að við þurfum að eignast fleiri leikmenn í betri deildum í þessum kaliber eins og Marseille og toppliðin í Englandi og Þýskalandi, Svíþjóð. Rosengard er fínt skref fyrir Glódísi þótt hún geta alveg farið í stærri klúba, þá er Rosengard stærsti klúburinn í Svíþjóð og það er bara flott. Já. Já, ég náttúrulega má ekki segja mikið, en ég get allavega sagt ykkur að það hefur verið áhugi á leikmönnum núna frá stórum klúbbum upp á síkastið sem að ég veit minna en leikmennir sjálfur. Það er allavega eitthvað sem gæti gerst á næstu viku. Og vonandi gerist það, en við vitum hvernig fótbolti er, það er stutt á milli í þessu. En það líka kannski að horfa aðeins lengra heldur en bara hvað gerist núna í þessum glugga sem lokar í þessu stóru þjóðu núna 1. september, Englandi 14. september. Við þurfum að horfa kannski aðeins lengra fram í tíman, það er janúar gluggi líka og leikmenn þurfa kannski að setja sig aðeins lengri markmið heldur en að fara núna. Og átta sig kannski á því að það er ekki það langt fyrir að komast inn í þessi lið. Það þarf að hafa fyrir því og þetta er kannski svona flókin leiðstundum fyrir þær hafa hæfileikana marga hverja til þess að spila í þessum bestu deildum, það er alveg klárt. Erum við þá góðir? Eða meira? 1-1